Starf gagnrýnandans að mörgu leyti auðvelt. Við tökum litla áhættu en njótum samt þeirra stöð að dæma þá sem bjóða sjálfa sig og starf sitt fram. Við þrífumst á neikvæðri gagnrýni sem gaman að skrifa og lesa. En beiskur sannleikurinn sem við stöndum frammi fyrir þegar öll á botninn hvolft að meðalmennsku draslið sennilega meira virði en gagnrýni okkar gefur til kynna. En það koma tímar sem gagnrýnandi tekur áhættu og það hvað varðar uppgötvun til verndar þess sem nýtt. Heimurinn oft grimmur gagnvart nýjum hæfileikum, nýjum hlutum, hið nýja þarfnast vina. Í gærkvöldi varð ég vitni að svolitlu nýju. Mjög óvenjulegri máltíð úr mjög ólíklegri átt. Að segja að máltíðin og kokkurinn sem stóð á baki henni hafi ögrað fyrri hugmyndum mínum matargerðarlist ekki nógu sterk fullyrðing. Hann hefur skekið mig til grunna. Áður fyrr hef ég ekki lengt fordómum mínum gagnvart hinu fræga slagorði Gústós: allir geta eldað. En ég skil nú, aðeins núna skil ég nákvæmlega hvað hann meinti. Það geta ekki allir orðið frábærir listamenn, en frábær listamaður getur komið hvaðan sem Það erfitt að ímynda sér hóværan uppruna snillingsinn sem nú kokkur hjá Gústós, sem að mati þessa gagnrýnanda ekkert minna en besti kokkur í Frakklandi. Ég mun koma fljótt aftur til Gústós, hungraður í meira.